við ætlum að leysa dæmi þar sem eru með fyrsta stigs línulegar diffrefnur eða fyrsta stigs venjulega línulegar diffrefnur sem eru á þessu formi y diffrar pluss p sem y eftir q af x. Heildunarþátturinn er e í r af x og r af x er þannig fall að það er stofnfall fyrir p af x, það er að segja ef við diffra r þá fæ ég p. Nú, heildunarþátturinn er lausnin okkar lykillinn að finna lausnina, þannig að þetta er alltaf fyrsta skref okkur. Við ætlum að byrja með hérna bara dæmi. Við erum með y diffrað pluss y er eftir síns af x. Nú, hérna í þessari diffrefnu, þá er þetta sannlega diffrefnu af þessari gerð. P af x hjá okkur er þá 1 og q af x er síns af x. Nú, ef að ég er með p af x eftir 1, þá get ég valið með r til að vera x, segja x diffrað verður 1. Hérna ætla ég að skrifa x. R af x er x, þannig að r diffrað verður 1. Nú, þá er heildunarþáttur í veldinu x. Ok, skrefinu er svo svona, maður er búin að finna heildunarþáttinn, þá þarf maður að margfelda í gegnum jöfnuna sína, það er að segja þessa jöfnu hérna, með heildunarþættinum. Þannig að með y diffrað pluss y rétt á síns af x. Þessi jafna er jafngildi þegar með e í x-ta y diffrað pluss e í x-ta y eftir e í x-ta síns af x, þannig að munum margfelda alla liði. Og svo munum við úr fyrra vídeói að heildunarþátturinn smíðar þannig að ég geti skrifað vinstri hliðina sem heildunarþátturinn sem y og það er diffrað. Svo ef ég skoða núna vinstri hliðina hérna og skrifa hægri hliðina til að við sjáum að þetta sé sama jafnan hérna, ég að vera jafngild jafna. Vinstri hliðin hérna segi þessi ódiffraður sem þessi diffraður, þá fæ ég fyrsta liðin. Þessi diffraður sem þessi ódiffraður, þá fæ ég seinni liðin. Þannig að sannarlega er þetta það sama. Og þá erum við komið eitthvað diffraður eftir að falla af x, þá má ég heilda. Og ég þarf að heilda þetta. Þetta er svo mikið sem hálft e í x-ta sinnum sínus af x mínus kósinus af x pluss einhver óákvæður fasti c. Og svo sjáum við að y það sem ég leita af, það er lausnin á diffrefnu minni, þannig að einangra y ég ætla að skrifa inn að sé falla af x, margfaldið með e mínus x-ta, fæ ég hálfur e mínus x-ta sem e í x-ta er 1. Pluss c sinnum e mínus x-ta. Datt ekki út penni hjá mér. Þarna kemur hann eftir. Og þetta er þá almenn lausn á diffrefnum okkar. Það er að segja, ef ég diffra þetta fall hérna, ég legg við ódiffrað þetta fall, þá fæ ég síns af x. Og þá er þetta komið.